Komið sæl. Ólafur heiti ég og kem í stað Hjalta Guðmundssonar sem átti mér ekki heimagengt í dag og ætla aðeins að fjalla framkvæmdir og merkingar á friðlýstum svæðum. Nú en fjármagn til verndarráðstafana hefur margfaldast eins og hefur áður komið fram hérna í fyrri erindum. En hvað eru verndarráðstafanir? Verndarráðstafanir eru í rauninni ráðstafanir sem eru gerðar til þess að viðhalda verndargildi friðlýstra svæða. En við höfum náttúrulega vitað það að það hefur fjölgað gríðarlega ferðamönnum og allt land og árið kring. Og þessi ferðamenn hafa náttúrulega sett sitt mark á landið og það er svo komið að það er nauðsynlegt og hefur orðið að sporna við neikvæðri þróun sem orðið hefur á þessum friðlýstum svæðum okkar. En við höfum fengið mikinn og vaxandi skilning fyrir þessum áhrifum sem þarna hafa orðið og fjármagn til framkvæmda eða úrbóta á þessum friðlýstum svæðum hefur tífaldast frá 2008. Og það eru ákveðin svæði sem að hafa notið forgangs, þessi svokölluðu rauðlistasvæði. Það er nú þannig að Umhverfisstofnun gerir árlega skýrslu til ráðherra ástand friðlýstra svæða og hefur tekið saman núna í tvígang stöðu þessara svæða og svona, sem hefur borið inn rauðlistaskýrsla. Og það er einmitt í þessar framkvæmdir sem aukið fjármagn hefur fengist til úrbóta á þessum svæðum. Og eins og við sjáum þarna, það var þessi stóra bóla þarna 2011 sem muna þarna miklu Og þá má líka segja það að við erum eiginlega hætt að slökkva elda í dag. Við erum hætt að slökkva elda, við erum farin í það að undirbúa miklu betur, deiliskipuleggja og í rauninni undirbúa allar framkvæmdir með meiri sýn fram á við. En sem dæmi svona góð verkefni og má nefna vatnshellisverkefni sem Árni B. Stefánsson eiginlega má segja átti hugmyndasmiðurinn að og hefur ýtt í verkefni áfram með mikilli elju. Og þarna komu líka heimamenn og áttu mjög góðan skerf í þeirri framkvæmdum og þeirri velgengni sem vatnshellir hefur átt. Nú svo vorum við unnið við að skilta handbók sem í samvinnu við aðrar stofnanir eins og Vatnajökulsþjóðgarð, Ferðamálastofu og svo Þingvallaþjóðgarð líka. Og nú erum við farin að staðla allar merkingar á friðlýstum svæðum, þannig að allar merkingar eru að verða með sama hætti á flestum þessum ferðamannastöðum. Nú, ég vil að síðustu með rétt minna á okkar sálboðaliða. Hingað árlega koma upp undir 200 manns sem að vinna upp undir 600 vinnuvikur hjá okkur á friðlýstum svæðum og reyndar á öðrum ferðamannastöðum og hafa þeir alveg unnið grettistak. Þannig ég vildi nota tækifærið til þess að þakka því fólki kærlega fyrir.